Ég ætla bara að bjóða ykkur öll þá velkomin á þennan fund nýja stefnu aðgengi að réttlæti. Þessi stefna eitthvað sem við í Grasrót Pírata erum búin að vera að vinna núna síðustu mánuði frá því í febrúar og kviknaði upphaflega út frá hugmyndum mínum smákröfudómstól og svo spurði ég bara Grasrót Pírata líka svolítið út í þetta og hún lét ekki á sig standa og kom með alveg frábærar ábendingar og þetta vatt heldur betur upp á sig og nú erum við komin með stefnu í 10 liðum alls konar leiðir sem við getum þá einfaldað fólki að sækja og verja rétt sinn vegna þess að það alveg jafn mikilvægt að geta varið rétt sinn þegar eitthvað mótaðili sækir að þér og þetta var afrakstur 6 funda þar sem að alls konar aðilar, við fengum ábendingar frá neytendasamtökunum, hagsmunasamtökum heimilanna, lífan og ofbeldis og alls konar aðila innan Grasrótar Pírata sem að komu og hjálpuðu okkur við það að finna þessi málefni og það kom manni bara mjög óvart hversu margar aðstæður geta komið upp þar sem að fólk getur átt erfitt að verja rétt sinn eða þá sækja og ég leitaði til Magnúsar Nordal og Alenu í Pírötum í Norðvesturkjördæmi og ætla að fá þau til þess að hjálpa mér aðeins við þennan fund því að þau eru með mjög góðar þau hafa mikla reynslu af málum, sérstaklega Magnús og Alenu hefur með nýlega reynslu og ég ætla að byrja á að spyrja þig Magnús nú hefur þú svolítið verið að aðstoða hælisleitendur og slík aðila við erum með réttargæslu fyrir þá hefur þú orðið var við að þínir skjólstæðingar hafa ekki getað leita réttar síns vegna þess að kostnaðurinn bara hreinlega mikill og þá hafa þeir ekki haft þá möguleika til þess að klára sín mál? Já, það auðvitað þessi klassíska spurning aðgengi að dómstólum almennt og yfirleitt með tilliti til fjárhagsstöðu. Það auðvitað svolítið þannig að þeir sem að eiga meiri peninga, að þeir eiga auðveldara með að höfða mál, þeir eiga auðveldara með að sækja rétt sinn. Og það þýðir að allir þeir aðilar sem að eiga ekki mikla fjármuni, að þeir eiga erfiðar vik í núverandi kerfi að sækja rétt sinn og þar eru hælisleitendur svo sannarlega framarlega á blaði vegna þess að þetta hópur sem á sama og ekki neitt og fæðispeninga vikulega 10.000 krónur sem að þeir geta nýtt til að kaupa sér mat. Það var þannig hér áður fyrir nokkrum árum þá var það algengara að gjafsóknarnefnd væri að fallast á umsóknir hælisleitenda gjafsókn. En síðan einhvern veginn virðist hafa orðið einhver breyting hjá stjórnvöldum, hjá þessari nefnd að skrúfa fyrir þetta vegna þess að við upplifðum það lögmenn sem vorum að starfa á þessu sviði að það urðu kaflaskil og allt í einu var töluvert erfiðara ef ekki ómögulegt að fá gjafsókn í þessu málum og auðvitað hefur það áhrif á fjölda mála sem að rata fyrir dóm í þessu málaflokki. Við höfum tekið á okkur mörg mál af þessu tagi og höfum gert það í sumum tilvikum pro bono, þar að segja án þess að taka greiðslu en það eru auðvitað ekki allir lögmenn eða allar lögmannsstofur sem að geta leyft sér slíkt, við höfum gert það í einhverju mæli. En síðan þetta þannig að þó að það fáist ekki gjafsókn, ef að dómsmál vinnst, ef að ríkið tapar dómsmáli, þá auðvitað greiðir ríkið málskostnað gagnaðala, sama hvort það hælisleitandi eða fyrirtæki Samherji eða hver sem vera skal. Þannig að ég tel að þarna þurfi að rétta hlut þeirra í samfélaginu sem að eiga ekki fjármuni og það hælisleitendur bara hluti af þeim hópi. Það þarf að rýmka reglur gjafsókn allverulega. Reglurnar í dag, eftir að þær voru uppfærðar, eru á þá leið að einstaklingur má ekki hafa meira en 3,6 milljónir á ári
og hjón mega ekki hafa meira en 5,4 milljónir. Auðvitað eru sumir undir þessu mörkum, en það eru ansi margir sem eru yfir þeim en eiga samt ekki fé til þess að fara í dómsmál. Þannig að eitt skref þarna væri að byrja á því að hækka þessi mörk strax. Það eitthvað sem að ráðherra getur gert, dómsmálaráðherra, með einfaldri reglugerðarbreytingu. Það þarf ekki lagabreytingu til þess. Og það yrði strax til þess að auðvelda bæði hælisleitendum og öðrum sem að minna fé eiga til þess að sækja rétt sitt. Þetta eitthvað sem að þyrfti að gera fyrr en síðar. Takk fyrir, Magnús. Ég held að það sé sannarlega að taka undir það að reglur gjafsókn eru held ég allt of strangar og gera það verkum að fólk getur lent í því að þurfa bara hreinlega að selja eigur sínar til þess að fjármagna málsvörn og það getur orðið mörgum þungbært og jafnvel kannski nær fólk sér ekki fjárhagslega eftir slíkt mál. Alenu, þú hefur nú líka lent í þessu nýlega. Hvaða áhrif hefur það haft á þig að þurfa skyndilega að grípa til varna í einkamáli? Sko, ég náttúrulega eins og þetta með að grípa strax með gjafsóknina, að það tekur líka óratíma að fá út úr því. Ég er búin að bíða núna í 5 mánuði og hef ekki ennþá fengið svör hvort ég fá gjafsókn. Og að, þú veist, við erum 2 öryrkjar hérna á þessu heimili. Þetta þú veist, við lifum í því limbói að ef að ég tapa málinu, meiðuramál sem var höfðað gegn mér, ef ég tapa því og verð hláðin greiða miskabætur, þá munum við þurfa að selja jörðina. Og við erum ekki bara, þetta ekki bara heimili okkar, maðurinn minn fæddist hérna, þetta bara ættliðir og þetta náttúrulega bara rosalega þungbært og búið að vera rosalega erfitt í alveg rúm 2 ár sem síðan hann sendi fyrsta kröfubréfið og þetta ég skil ekki af hverju þetta þarf að vera svona mikið mál þess að í rauninni batteri í kringum þetta til dæmis að við erum búin að mæta 9 sinnum fyrir dóm og þetta verður ekki dómtekið fyrir í haust og þetta bara einfalt meiðuramál, þetta bara mál sem hægt að sjóða niður í má ég ekki trúa systur minni eða reyndar náttúrulega ekki þessu tilfelli systur minni en þú veist, má ekki trúa þegar einhver segir frá ofbeldi eða misbeitingu valds og sama hvernig vald það þannig að já, kostnaður og hversu þungt það í vöf allt dæmið og líka það að aðgengi að upplýsingum rosalega misskipt þar að segja ég vissi ekki til dæmis að í heimilistryggingunni minni væri klausa málsvörn en lögmaður minn benti mér á það þannig að það var allavega ágætt að heyra það en já þetta fjárhagslega þungbært og þetta er búið að taka rosalega á að samþýsu í allan tíma. Takk. Takk fyrir þetta, Alenu. Það sem þetta takk undir það að ég get trúa því að það sé þungbært að sitja undir svona og sérstaklega þegar málsmeðferðin tekur svona langan tíma að það setur kannski í mörgum tilfellum bara lífið á stopp meðan að það hægt meðan að vera að vinda ofan og klára svona mál og það einmitt stór hluti af því að við fórum af stað með þessa vinnu að einmitt að finna þá
hvernig við gætum breytt þessu, þannig og hvað myndi nýtast fólki og þar kom hugmyndin einmitt að í meiðyrðamálum hvort það væri möguleiki að einfalda málsmeðferðina og hugsanlega að taka þetta inn í einhvers konar kærunefnd sem myndi þá sérhæfa sig í málaflokknum og geti þá tekið fyrr afstöðu til málana og það þyrfti ekki að fara einmitt að fara svona oft fyrir dóm. Það væri það hægt að bara kanna málavöxtu og klára hlutina bara hratt og þá fá niðurstöðu því að kannski bætur eru kannski ekki nefnum samræmi við kostnaðinn sem að báðir aðrir þurfa að standa að málinu því að bæturnar ekkert endilega lögfræðikostnaður getur verið mun meiri bæturnar. Myndi svoleiðis fyrirkomulag, hefði það ekki nýst þér til dæmis, hefði það ekki nýst og sennilega báðum aðilum betur að þá sé þetta klára máli bara hratt? Jú, ég klárlega á því og það yrði náttúrulega að vera þar undir klausa það ef að aðili er ósáttur að hann geti skotið, þá í héraðsdóm, ef hann er ósáttur í smákröfudómstólnum, ef hann er, ef einhverjum finnst það þurfa meira, þá bara á það að vera hægt að sækja það. En jú, klárlega, og öllum aðilum þá þetta setur líka eins og í svona málum, eins og í meiðyrðamálum, að þetta setur svo lengi, ekki bara mér heldur bara fólki tengdu mér, þetta dregur úr því að fólk þora að tjá sig. Bara ég hefði tekið meiri þátt í alls konar aktivisma, til dæmis tengdum hælisleitendum og fleiru ef ekki hefði verið fyrir þetta. En þarna er tjáningin greinilega viðkomandi finnst á sig brotið, á rétt á að leita ráða dómstóls með það. En þetta tekur allt of langan tíma. Þannig að, já, það er klárlega hefði það nýst öllum aðilum mun betur. Einmitt, Magnús, nú hefur þú verið svolítið einmitt þessu að þú kom fram, þú hefur verið aðstoða hælisleitendur. Hversu stór þröskuldur eru tungumálaerfiðleikar fyrir hælisleitendur til að leita réttar síns? Hefur þú tilfinningu fyrir því? Já, þetta er góð spurning. Þegar aðili sækir hæli hér á landi og kemur í viðtali í Útlendingastofnun, þá er þetta gert með aðstoð símatúlka. Það eru fyrirtæki erlendis sem að geta túlkað á milli í rauninni hvaða tungumála sem er. Og að því marki sem aðilar koma fyrir kærunefnd útlendingamála, þá er líka keyptur túlkur þar, símtúlkur. Þannig að hælisleitandinn sjálfur ber ekki straum af þeim kostnaði. Ef aðili hins vegar fer með mál sitt fyrir dóm og þá er þetta bara hluti af þeim kostnaði sem hann þarf að standa í og það kallast á við umræðuna sem vorum að ræða áðan, hvað það er dýrt að fara í dómsmál, hvað það er mikilvægt að við séum með mjög rúmar heimildir til gjafsókna fyrir þá hópa samfélagsins sem eru fátækir til þess að þeir geti leita réttar síns. Og svona með hliðsjón af því sem að Alenu kom hér inn á, varðandi það mál sem hún hefur staðið í, þá er það óásættanlegt að aðili skuli sækja gjafsókn og 5 mánuðum síðar er ekki komið svar. Það næri þetta ekki nokkur átt og þetta hefur verið gert með þeim hætti. Í barnaverndarmálum, þegar stendur til að svipta foreldra forsjá barna sinna eða vista börn utan heimilis, að sæki slíkur aðili gjafsókn, þá ber gjafsóknarnefnd að svara slíku erindi innan 3 sólarhringa og það er undantekningarlaust gert í hverju einasta máli. Þannig að þarna tel ég að það þyrfti að lögfesta í rauninni bara málsmeðferðartíma, þar að segja að það megi ekki taka lengri tíma en til dæmis segjum bara 3 vikur að svara gjafsóknarumsókn og þegar að slíkur
áskilnaður komin í lögum að þá þetta starfa nefndin eftir því. Varðandi þessu umræðu meiðyrðamálin, sko, það einhver, þú segir eitthvað á netinu, það einhver sem fyrir meiðyrðamál við þig, þá það mín skoðun að við búum við of stranga meiðyrðalöggjöf og Mannréttindadómstóll Evrópu hefur snúið við dómum, slegið á hendurnar á íslenskum dómurum sem hafa gengið og langt í þessum málum. Það hefur gerst ítrekað. Tjáningafrelsið auðvitað það sem skiptir mestu máli og ég tel að þarna séu íslenski dómstólar of strangir og meiðyrðalöggjöfin of ströng. Síðan það annað að ef að það verið að beina að manni svona tilhæfulausri málsókn, eins og stundum getur verið, eins og þú getur bakað aðila tjón bara með því að draga hann fyrir dóm, að þá eru reglur sem að gera ráð fyrir að þú getur krafist málskostnaðartryggingar ef þú ert að verða fyrir tilhæfulausri málsókn. Og þá getur gagnaðiliðinn ekki haldið áfram með dómsmálin ef hann leggi fram þessa tryggingu til að standa straum af þínum málskostnaði ef að þú síðan til varnar vinnur málið. Og þetta eitthvað sem að mætti nýta í ríkari mæli. Dómstólar eru svolítið rægir við það að beita þessu ákvæði. Það mætti gera það í ríkari mæli. En varðandi spurninguðina sérstaklega þegar þú spurður hvort að tungumálavandinn væri einhver sérstök hindrun fyrir hælisleitendur, þá það bara í þessu tilliti, með tilliti til fjárhagsins. Það eru til túlkar sem geta túlkað að sjálfsögðu, en það bara spurningum eiga efni á þeim þegar komið fyrir dóm og það er erfiðar vik ef að fólk hefur ekki gjafsókn. Þannig að enn og aftur það þarf að rýmka skilyrði til gjafsóknar. Það svolítið kannski kjarnaatriði í þessum hluta umræðunar. Ég tek fyllilega undir það og ef einhverjum er spurningar þá endilega bara komið inn í herbergið og beinið þá spurningum þá til annarkvort mín, Magnúsar eða Alenu, það er mjög vel þegið. En það nú líka fleiri atriði í þessari stefnu og til dæmis kom fram gagnrýni frá aðilum það að bætur fyrir þolenda í ofbeldisglæpum eru ekki tryggðar ef að upphæðin nær ekki 400.000 sem náttúrulega svolítið slæmt að horfa til þess að við séum með aðila sem að ná ekki að klára málið að setja raunverulega þolandan í þá stöðu að þurfa kannski að fara sjálfur í að standa í innheimtu á bótum. Það hljóta að vera eðlilegt að klára málin hratt og örugglega eins og við ræddum áðan að fyrst getur tekið langan tíma að klára málin fyrir dómi en að þurfa síðan líka að eyða löngum tíma í að klára málin fyrir að klára málið að þurfa að innheimta bæturnar og það taki síðan ennþá meiri tíma að það getur verið fólk mjög þungbært að málin dragi svona lengi að þurfa að standa í málarekstri árum saman út af einum atburði. Hafið þið viljið þið eitthvað skjóta eitthvað fleiru inn í sambandi við þetta? Gjörðu svo vel Alenu. Já, sko þeir brotaþolar sem að ég þekki til að hafa fengið dæmdar bætur sem að ríki borgar ekki, þetta undir 400.000, þau sækja þær ekki. Ef það er ekki bara þú átt borga með þetta og það kemur strax borga þetta. Ef þú reynir eins og getur að sleppa samskipti við þann sem braut á þér. Þannig að þú bara sleppir því þá að sækja þessar bætur. Það er bara að glata. Bara, þú segir lýst. Ég tek undir þetta hjá Alenu og það, lögin voru uppfærð 2009, þar að segja þessi tala, þá var hún hækkuð upp í 400.000 krónur, nú eru liðin 12 ár. Það er auðvitað galið að löggjafavaldið hafi ekki stigið þarna inn í og uppfært þessi lög. Það er mjög lítið mál að gera það, uppfæra þessa fjárhæð, að þó að einhverjum kunni að þykja
að 400.000 krónur séu nú frekar lág upphæð, þá þetta há upphæð í augum mjög margra. Við þurfum að hafa það í huga. Það alveg galið að þetta séu mörkin. Þú ættir að geta sótt þessa bætur í rauninni alveg bara eins lágar og þær verða, lágar og þær eru dæmdar og ættir að geta sótt þær þannig að ríkið greiði þær og rukki síðan brotamanninn, eins og gert þegar þetta eru hærri upphæð. Þannig að það mætti rauninni bara taka þessa upphæð rauninni bara út. Það væri ekkert lágmark þarna. En þú nefndi líka Indriði í þessu samhengi með tímarammann. Það aðili sem búin að vera að fara í gegnum þennan langa prósess sem það að vera brotaþoli í sakamáli og síðan bætist þetta ofan á. Þú getur eftir atvikum ekki innhent þær litlu bætur sem þú fékkst. En bara varðandi tímarammann sérstaklega, þá búum við það kerfi að það tekur gríðarlegan tíma að reka sakamál. Ég get tekið sem dæmi, ég var með aðila daginn fyrir dómi, flutti mál. Það voru liðin 4 ár frá því að atvik urðu og þar til hann var dæmdur. Svo fór málið fyrir Landsrétt, það bættist við 1 ári viðbót, 5 ár sem að það tók. Og það eru allir sem að líða fyrir það þegar það tekur svona langan tíma. Það bæði sá sem að situr undir sökum, það brotaþolinn líka og þarna þarf að stytta tíman og það ein leið sem að mér hefur dottið í hug í því samhengi. Þegar maður ræðir þetta við lögreglu og ákæruvald, af hverju það sé nú ekki hægt að flýta bara rannsókn mála, vinna þetta hraðar, það sé búið að kæra og það sé ákært kannski hálfu ári síðar eða 5 mánuðum síðar, af hverju þarf þetta að taka ár, jafnvel mörg ár, þá svarið oft þetta, okkur skortir fjármagn. Við þurfum fjármagn, við þurfum að fá fjármagn og þegar fjármagnið komið, þá getum við farið að hraða málunum. Það sem að ég myndi vilja leggja til og það sem að ég held að væri gott að gera að lögfesta einhver tímamörk. Það að segja að þegar að kæra hefur verið lögð fram að þá hafi lögregla og ákæruvald einhvern x tíma til þess að rannsaka málið og eftir atvikum þá gefa út ákæru eða fella niður rannsókn málsins. Og það getur þá verið breytilegt eftir málaflokkum. Þannig að þessi tími sé skemmri ef að málin eru einföld og hann sé lengri ef að málin eru flókin. En það sé tímarammi á þessu. Þá veit bæði brotaþoli og sá sem borinn sökum að innan þessara marka þá verður eitthvað að gerast og það kemur niðurstaða innan þess tíma. Og þá þetta gerist það að viðkomandi stjórnvald eða lögregla eða deild ákæruvald getur þá, þegar þessi lagarammi orðin með þessum hætti, þá er svo auðvelt að koma og segja, nú búið að setja reglurnar þessum hætti, við þurfum að uppfylla okkar skyldur lögum samkvæmt, annað en einhver óljós regla að flýta skuli málum, það er bara þessi x rammi sem við höfum. Þá held ég að sé auðveldara fyrir viðkomandi stjórnvöld að sækja fjármagn og þrýsta á auknar fjárveitingar. Þannig að einhvers konar lögleiðing á tímaramma í þessu samhengi er gríðarlega mikilvægt að mínum dómi. Tek svo sannarlega undir það. Ég sá orðinu, vildur þú koma aftur inn í þetta? Já, en þá ætla ég bara að segja að önnur afleiðing svona óbeina þessar stefnu væri einmitt ef að það næðist að beina ákveðnum málum í kannski annan farveg en fyrir dómstólum eða þá í sérstöku embætti eins og smákröfudómstól, þá myndi það hugsanlega líka létta undir með dómstólum og þá stytta málsmeðferðartíma annarra mála sem að virðist ekki vera vanþörf á eins og þú bendir á, Magnús, ef eitt mál er búið að vera í gangi í 4-5 ár, alinu bendir á að hún sé búin að fara 9 sinnum fyrir dómara, að það allt þetta, öll slík meðferð hlýtur að tefja þá fyrir öðrum málum því að dómstólar fjalla ekki nema bara eitt mál í einu, eða málsins samkvæmt. Og þá kannski líka rétt að benda á annan hluta í þessari stefnu sem þá hugmyndin að koma forræðismálum fyrir í sérstökum dómstól, þar sem að það eru kannski eðli málsins samkvæmt ekkert endilega að ræða glæpi, heldur bara hvernig haga skuli forræði barna og vera að taka ákvarðanir hvernig hag barna sé best fyrir komið. Og það einmitt má benda á það að börn deila kjörum með foreldrum sínum og ef að málin verða flókin og þurfa að koma oft fyrir dóm, þá eykur þá kostnað allra aðila og það kemur beinlínis niður á þeim möguleikum sem að fólk hefur til þess að
veita börnunum sínum hluti eins og tómstundir og margir einmitt eru kannski bara við fátækramörk út af slíkum hlutum að þurfa að standa í dýrri málsmeðferð og þar einmitt líka brýnt að málin klárist hratt því að það kannski ef að forræðismálsmeðferð tekur einhver ár þá kannski skiptir ekki máli hver niðurstaðan vegna þess að barnið er kannski orðið sjálfráða þegar niðurstaðan kemur. Mér langaði að beina þessu til ykkar líka, hvort að þið vildu koma inn á þetta, gjöru svo vel alveg. Já, það er það er líka sko þegar að mál þurfa ekki endilega að fara fyrir dóm, þegar það er ekki miklar deilur, þá fara mál í gegnum sýslumannsembætti og þau eru rosalega bara þekkingu búin sín á milli. Það er rosalega misjafnt hvernig sýslumaður á Norðurlandi vestra eða sýslumaðurinn í Reykjavík, hverjir eru sérfræðingar eða hvar eru sérfræðingar og þannig að það þarf sérhæfingu og þess vegna held ég að það væri algjörlega brilljant ef það væri hægt að hafa fjölskyldudeild innan smákröfudómstólsins, það sem er sérhæfing, það er þekking. Ég þekki til pars sem er að skilja núna eftir ég rúmlega 10 ára hjónaband og með mjög flóknar forræðismál vegna þess að annar aðilinn hafði ættleitt eldri börn hins aðilans og þannig að þetta er mjög flókið mál og þau eru að skilja í góðu og voru búin að bara finna hvar væri best að skilja og fluttu lögheimili þangað. Bara upp á hvar þau myndi fá bestu ráðgjöfina. Hvar þeirra máli og þeirra barna málum yrði best að koma og þetta er svolítið svona þetta er absolutt fáránlegt og þetta tekur líka sko það að allt taki svo langan tíma í dómskerfinu það er bara svo mikil sóun á peningum sko og bara orku og lífi fólks en já, ég bara sýslumaður alveg klárlega er ekki besti staðurinn fyrir mörg mál af því að þar erum við með mismunandi stór og góða embætti. Takk fyrir. Já, ég tek undir það sem Alenu var að segja í þessu samhengi en það er þannig í þessum málum í dag að ef að aðili vill breyta forsjá eða fyrirkomulagi eða ef fólk er að skilja og það þarf að ná sátt forsján á þeim tímapunkti þá er þetta þannig að aðilar þurfa að fara til sýslumanns, það er kallað eftir afstöðu aðilana og ef það næst ekki sátt þá fer málið í sáttameðferð og þá er sérstakur sáttafulltrúi sem að sér að reyna að sætta foreldrana. Og í dag, þegar að málið er vísað í sáttameðferð, eftir að afstaðan hefur verið dregin fram á sérstökum fundi hjá sýslumanni, þá er bið eftir að komast í sáttameðferð það bil 1 ár, tæplega 1 ár, bara að komast í sáttameðferðina. Þannig að tíminn sem að fer í þetta er gríðarlegur. Nú, eftir að sáttameðferð lýkur, ef hún er árangurslaus, þá er gefið út svokallað sáttavottorð og sá aðili sem hvor aðilinn sem getur þá farið í dómsmál innan 6 mánaða. Það er að segja, ef að 6 mánuðir líða og viðkomandi fer ekki í dómsmál, þá þarf þetta að fara í gegnum þetta ferli aftur. Og ég er með sambærilega hugmynd í þessu málaflokki eins og ég var með sakamálin áðan. Það er einfaldlega að lögbinda ákveðin tíma, það er að segja þessu svona tímamörk á því hversu lengi hægt er að reka svona mál hjá sýslumanni. Það er að sýslumaður þurfi að leysa úr málinu á einhverjum x tíma. Og þarna er umræðan alltaf svo sama og fjallar
í rauninni bara fjárhagslegu hliðina. Sýslumaður segir hvernig eigum við að hraða málum þegar okkur skortir starfsfólk, okkur skortir aukið fjármagn. Með því að lögbinda þarna ákveðin tímaramma að þá verður krafa embættisins eða sýslumanns einfaldari. Þeir verða einfaldlega uppfylla lögbundnar skyldur sínir í þessu samhengi. Það sé ekki bara einhver almenn regla að hraða skuli málum, heldur bara að vera ljúka á svona x tíma. Að þá auðveldar það viðkomandi stjórnvaldi að sækja fé til síns flokks. Svo það þannig að líkurnar á því að sættir náist, ef að tveir aðilar deila og þú getur einhvern veginn fengið strax inn í herbyggi með fagaðir að reyna að sætta málin, ef þú gerir það strax á upphafsstigum en ekki ári síðar, þá eru líkurnar á því að það náist sátt bara meiri. Vegna þess að eftir því sem að tíminn líður þá verður kergjan meiri, erfiðleikarnir, það óvissan og það þjást allir. Báðir foreldrarnir þjást meðan óvissan barnið eða börnin þjást líka á þessum tíma. Þannig að þetta mikils að vinna að stytta þennan tíma sem það tekur að reka forsjármál. Og það til ég að gera bara með því að lögbinda þarna hámarkstíma hjá sýslumanni. Og eins og þið nefnið, þið talið smákröfu dómstól, hvort að forsjármál geti verið ákveðin deild þar undir þessum sérhæfing getur myndast. Nú það svo í dag að vissi dómarar, sama hjá hvaða dómstólu að sinna þessu máli í ríkari mæli en öðrum málum. Þannig að það þetta ákveðin sérþekking sem verður til og þó þessi ekki formlegt, þá eru kannski ákveðin deildir ákveðin dómarar sem sinna þessum málum meira en aðrir. Þannig að sérhæfingin til staðar en það þarf að flýta þessum málum í undir það. Já, ég var að tala á sýslumannsstiginu að þar skorti oft mismunandi milli sýslumanna hversu mikla þekkingu að hafa í því embætti. Og annað ár í lífi barns rosalega langur tími, rosalega. Takk fyrir þetta, já, ég held ég geti fyllilega tekið undir það að svona mál bara get ekki tekið svona tíma vegna þess að eins og Magnús bendir réttilega á, það blasir við að þegar þetta ári liðið þá er eitthvað búið að koma upp á og orðið miklu erfiðara að sætta aðila og það hagsmunir barnsins eru mestir að foreldrarnir séu í góðu sambandi þrátt fyrir það að þau hafa ákveðið að skilja og þessi málsmeðferðartími skaðlegur og það verður að stytta og þetta eins og hefur verið tekið dæmi að það hversu mikið þarf að kostar að fara í snjóruðning að það bara háði hvað snjóar mikið og það þyrfti bara að nálgast þessi málum með sambandum hætti að það hvað kostar að leysa úr þessum málum það fer bara eftir hversu mörg mál koma upp. Það ekki þetta að sleppa því að ryðja heiðina þó að þessi peningur sé búinn sko. Þetta sé bara það er að nálgast þetta með sama hætti. Svo kannski rétt að tala örlítið þá eiginlega smákröfudómstól að þá ef að einstaklingar telja að það sé komið telja að einhver aðilis þeir eigi kröfu á einhvern aðila að þá því miður svo að ef að stæði til að reka máli fyrir dómi að þá góða líkur á því að fjárhæðin lág að þó máli vinnist að þá hugsanlega sé þá kostnaðurinn fyrir mótdælinn orðið þannig að hugsanlega hann orðinn gjaldþrota og það oft þannig að fólk lætur bara hjá líða og það sækir ekki rétt sinn vegna þess að kostnaðurinn þannig að það bara borgar sig ekki og þetta það sem að hóf þessa hugmynd hóf alla hugmyndin þessa stefnu að hvernig getum við dreifum þessum kostnaði, hvernig getum við komið málum fyrir þannig að einstaklingur gæti tekið mál sem upp á ákveðin fjárhæð og setta því þá meðferð hjá smákröfudómstól þar sem að málið leyst án aðkomu lögmanna
og það barst ein athugasemd við það að sums staðar erlendis þar sem að þetta hefur verið reynt, að þá hefur það komið til að ef mótaðilinn er fjársterkur, að þá leitir menn samt til lögmanna, en þá kom þessi hugmynd að eðlilega þá geti er ekki að taka möguleikana fólki að fá niðurstöðu dómstóls, en þá þyrfti kannski að takmarka möguleika á því að fá háan málskostnað dæmdan, og sá aðili sem að velur að fara þegar málið uppfyllir það stöð skilyrði að fara fyrir smákröfudómstóli, að þá sé að þessi aðili sem að tekur það úr þeirri meðferð, að hann þarf þá að setja sig við það að eiga ekki möguleika á að fá kannski alveg sömu meðferð á kostnaði. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur að þetta myndi þið sjá fyrir ykkur þetta myndi fyrirkomandi ganga upp? Já, sko, þetta er góð spurning, Indriði, en almennt, sko, þá það þannig með dæmdan málskostnað í dag í forsjármálum. Það mjög sjaldgæft að aðili sem að tapar forsjármáli að honum sé gert að greiða málskostnað gagnaðila. Það fáheyrt. Þannig að þetta bara hefur ekki tíðkast í þessum málaflokki. En auðvitað náttúrulega ættu við að róa öllum árum að því að þessi mál þyrftu ekki að fara fyrir dóm. Ég held að það sé kannski ætti að vera leiðarljósið, þetta sé leyst með einhverjum skjótari hætti á fyrri stigum. Þar held ég að sé algjört lykilatriði að draga fólkin í sáttameðferðina miklu fyrr, áður en að kergjan myndast eða næra grassera eins og sagt er. En hver var spurningin nákvæmlega, Indriði? Hverju vildur þú fá svar við svona alveg? Já, það sem ég að velta fyrir mér að væri komið svona smákröfudómstóll og einhver aðili leita til hans úrlausn máls, að mótaðilinn myndi kjósa að fara með málið fyrir almennan dómstól, að þá myndi þá til þess að koma í veg fyrir það að fjársterkir aðilar myndu þá þvinga málin í annan farveg, að þá gera raunverulega öllum aðilum hagstæðast að klára málið fyrir smákröfudómstólnum, að það sé þá ekki kannski endilega í boði að fá málskostnaðinn dæmdan, því að úrræðið gengur allt út á að draga úr kostnaði, að sá aðili sem að velur leiðina sem að kallar á meiri kostnað, að hann þurfi þá að bera hann sjálf. Það er raunverulega vangavelta. Alenu, vilt þú koma inn í þetta? Gjör svo vel. Já, þú veist þá meina þá ekki endilega í forsjármálum, heldur bara almennt segjum bara aðili A verður fyrir tjóni frá snjóruðningstæki aðila B. Aðili B er sem sagt lögaðili með kennitölu, þú veist, mögulega fjársterkir aðilar. Þetta er kannski ekki stór mál, sko, þú veist, þetta er ekki endilega háar fjárhæðir. En ef að aðili B ákveður að nei, við ætlum að láta fara fyrir dóm, við viljum ekki að þetta fara bara fyrir frá smákröfudómstólinn, sko, og þannig dragi aðila A sem er undirskipaðri eða sem hefur ekki fjármagn eða möguleikann á það að slökkva á þessari kennitölu eins og aðili B mögulega, þá beri aðili B kostnaðinn af málsókninni í dómskerfinu.
Er það rétt skilið að þú sért að hugsa þetta þannig? Akkurat, það þannig sem ég hugsa þetta. Og það geti alveg séð að það geti virkað því að þá ertu að þá er verið svona að það er svona minnkar það minnkar líkurnar á því að fólk að fjársterkir aðilar dragi svona mál kannski á langinn þangað til að einhverjir bara gefast upp eða þú veist fara á hausinn eða smærri fyrirtæki á móti stærri þú veist og það er dregið gegnum dómstig og þetta þegar það þvælist fram og tilbaka að það borgar sig oft ekki þá fyrir þennan aðila A lögsækja aðila B ef hann einmitt sér síðan framhá að þetta er ekki það upphæð sem kannski ræðir upphafi skiptir samt miklu máli fyrir aðila A en það að kannski vera að fara í gegnum dómstóla er bara það tekur tíma, orku og peninga og já, þannig að ég bara ef aðili B ákveður að fara með það lengra að þá finnst mér það bara að vera að hluta til ég vil þá hægt að gera svona máls, hvað heitir það þú veist, þegar þú leggur fram tryggingu fyrir málskostnaði þá er ég hægt að útfæra það þannig að ef þú vilt ekki ef þú vilt fara á hærra stig að þá leggur þú fram tryggingu málskostnað. Takk. Já, kannski ef ég má skjóta inn í þetta ég held að þetta sé kannski tvíþætt umræða. Annars vegar þetta umræða forsjármálin og í mínum huga þá umræða smákröfu dómstól kannski svona önnur umræða. Það er mín sýn að forsjármálin eigi bara að leysa hratt og vel á stjórnsýslustigi. Ef að það tekst ekki að þá geti menn bara farið fyrir héraðsdóm með sín mál. Ef þið hugsið bara hugtæki smákröfu dómstól, krafa breytta forsjá er rauninni ekki smákrafa, þetta er stór krafa og kannski eðlilegt að sé bara fjallað það hjá héraðsdómi. Þegar ég hugsa smákröfu dómstól þá er ég meira að hugsa hugmyndin smákröfu dómstól er ákaflega góð. En ég tengi hana við það þegar aðilar eru kannski með lágar kröfur, fjárhæðir eru ekki háar, þar sem það að reka slíkt mál slíka kröfu fyrir héraðsdómi og eftir atvikum fyrir Landsrétti bara myndi ekki svara kostnaði vegna þess að krafan er lága, þá ættu að eiga þetta úrræði að geta farið í gegnum einhverja einfaldari og styttri málsmeðferð sem þá væri boðið upp á í svokölluðum smákröfu dómstóli. En þá þyrfti að skilgreina vel í rauninni hvaða mál það eru sem þangað geta ratað. Og það væri þá mínu dómi fyrst og síðast á fjárkröfur sem væru þá mjög lágar eða einhver ómerkilegur ágreiningur á milli nágranna eða eitthvað slíkt. Ekki það, slíkur ágreiningur getur vissulega verið alvarlegur og allt það, en oft er það nú ekki þannig. Síðan eftir atvikum geta þá bara gilt reglur áfrýjun. Það er að segja ef þú ert með héraðsdómana hér og svo ertu með smákröfu dómstól sem er í rauninni hliðstæður og þú tapar máli í smákröfu dómstóla, þú getur þá eftir atvikum bara áfrýjað því máli bara til Landsréttar af ákveðnum skilyrðum uppfylltum eða sótt leyfi til þess. Og þetta er eins og í dag þegar sótt áfrýjunarleyfi til Hæstaréttar þegar mál hefur verið dæmt í Landsrétti. Þá er bara ákveðin skilyrði sem þurfa að líta til. Er þetta til dæmis mál sem getur haft mikið fordæmisgildi? Það geta verið mál litlar kröfur, smákröfudómstól sem geta haft gríðarlegt fordæmisgildi og snert mjög marga. Og þá er eðlilegt að slíkt mál geti ratað í rauninni upp á dómskerfið til aðra dóms. Þetta er svona spurning útfærslu en ég tengi ekki sérstaklega þessar tvær umræður saman, forsjármálin og síðan smákröfudómstólinn. Má ég grípa það því að þegar við fórum að pæla í dómskerfinu þá kom þetta, ég veit að Indriði hafði þetta örugglega ekki í huga fyrst sinn en þá komu upp einmitt þessi mál.
hvernig væri mögulega hægt að leysa, sko, af því að fólk mjög misánægt með hvernig leyst úr málum hjá sýslumönnum. Þannig að þá komu þess vegna kemur þessi hugmynd inn í rauninni þessar pælingar þó að það náttúrulega sé engin smá krafa náttúrulega, en já. Og það var svona líka kannski mögulega að hafa þá aðgengi að sérfræðingum sem eru aðgengilegir núna en ekki eftir ár. Einmitt, já, ég held að ég skil alveg hvað Magnús er að fara og ég held að þetta sé mjög verðu ábending að svona mögulega kannski þurfa að halda þessum málum aðskildum, en það sjálfsög bara útfærsluatriði og hvernig það nákvæmlega verður. Það einmitt mjög góður punktur að þó að kröfurnar séu smáar þá geta þeir einmitt verið fordæmisgefandi og í því samhengi þá kannski einmitt annar hluti þessari stefnu að það þyrfti að einfalda fólki að standa sameiginlega að málsókn. Í því má nefna dæmi þegar að neytendasamtökin voru að reyna að standa sameiginlega málsókn gagnvart smálánafyrirtækjum. En þær reglur voru einmitt of flóknar til þess að það væri hægt og það mér vitanlega þá tókst það aldrei að fá almennilega úr því skori fyrir dómi réttmæti þeirra krafna og það raunverulega bara fyrst núna sem að þessi fyrirtæki virðast vera hætt rekstri en eru samt búin að ná að valda náttúrulega heilmiklum skaða gagnvart mörgum aðilum og komast upp með einmitt að koma fólki á vanskilaskrá og þar hefði raunverulega þurft að hafa möguleikann til þess að fara sameiginlega í málsókn eins og einmitt einn hluta stefnunni og gerir ráð fyrir því að við myndum bregðast við Evróputilskipun sem væntanleg og það væri vel hægt að flýta því að ég myndi sjá að það væri mjög gagnlegt fyrir marga aðila að geta staðið sameiginlega að málsókn þegar margir aðilar hafa lent í sambærilegu máli og ég heyra að Alenu vill taka þetta upp, gjörðu svo vel. Ég fór bara alltaf fyrir mér eins og í málum þegar að ríkið og sveitarfélög hafa brotið á réttindum einstaklinga að þá finnst mér þetta alveg sérstaklega mikilvægt að fólk geti unnið saman og fengið upplýsingar geti unnið saman að því að breyta kerfuna því að eins og bara það að hver og einasti fatlaði einstaklingur þarf að fara í gegnum suma hluti þegar það þú veist, ég veit þetta er ekki ég er ekki nákvæmlega svo vel frá mér, en þegar brotið á réttindum svona undirskipaðs hóps á stjórnsýslustigum og það í rauninni beðið þangað til viðkomandi verður 18 meðan foreldrarnir eru snældu vitlausir þá eru málin tafin þangað til að einstaklingurinn verður 18 ára og hann hefur kannski bara ekkert í það að fara í þó hann hafi kannski viljan þá hefur hann ekkert í það að fara í hart við viðkomandi yfirvald og réttargæslumenn eru bitlausir að mörgu leyti, sérstaklega þetta að þeir þekkja fleiri dæmi nákvæmlega sömu hegðan en það er ekki hægt að vinna þetta saman, það má ekki, einhver hluti vegna.
kemur kannski smá kröfudómstól ekkert við, ég bara var pínu byrjað akkurat núna, afsakið. Takk fyrir. Já, orðið laust? Gjör svo vel, Magnús, gjör svo vel, Magnús. Þetta ákaflega skemmtileg og fróðleg umræða, finnst mér, sem hefur átt í stað hér. Það er kannski eitt sem við höfum eftir að ræða, sem er vert að vekja máls á, og það varðar í rauninni stöðu brotaþola í sakamálum. Að nú það svo að sá sem borinn sökum, það sé ákærði í sakamáli, hann hefur aðilastöðu, og svo er gagnaðilinn þá ríkið, ákæruvaldið sem er að sækja málið. En það mætt, og brotaþoli hefur rauninni stöðu vitnis, kemur fyrir dóminn sem vitni og hefur stöðu sem slíkur. Getur síðan sett fram einkaréttarkröfu í málinu og þá einhverja fjármuni sem greiðast frá brotamanninum og eru þá með réttargæslumann til þess að halda á lofti fyrir einkaréttarkröfu. En ég held að væri eðlilegt skref að brotaþoli hefði einfaldlega aðilastöðu, rétt eins og sá sem ákærð, þannig að þegar brotaþolinn kemur fyrir dóm, þá upplifa hann það ekki að hann sé einhvern veginn svona lægra settur. Þannig að það að vera aðili í dómsmáli, því fylgja, þú hefur einhvern veginn sterkari stöðu heldur en vitni. Vitni hefur ákveðlega takmörkuð réttindi, þannig að það þurfa að segja satt og rétt frá. Þannig að það er eitthvað sem ég tel að mætti breyta. Annað sem áhugavert í þessu, bara svona út frá kannski kynjapólitík og slíku, og sem ég hef rekið augun í bara í starfi mínu sem lögmaður, að nú það svo að réttargæslumenn í sakamálum, nú ég svo sem hef ekki séð neina rannsókn sérstaklega á þessu, þetta er bara svona mín reynsla að hafa verið í þessu málaflokki, að þetta eru meira konur sem að sinna réttargæslu, og síðan eru það meira þá karlar í lögmannsstétt sem að sinna verjendastörfunum. Og það er merkilegt að þegar maður skoðar síðan dómsúrlausn í sakamáli, að þá fá réttargæslumenninir sem eru þá frekar konur, allavega eins og reynsla mín á þessu málaflokki, fær yfirleitt töluvert lægri þóknun en kallinn sem verjandi. Þetta er einhvern veginn svona innbyggð skekkja, við erum að tala líka bara launamun kynjanna, og þetta er mjög ankannlegt. Þetta ætti bara réttargæslumaður að vera jafn rétthár verjanda hvað þetta varðar, og það er ekki minni vinna að taka til starfa sem réttargæslumaður eða verjandi. Það vita lögmenn sem að flutt hafa, eða í rauninni verið réttargæslumenn og verjendur. En þetta er kannski hluti svona bara af því hversu margt er óunnið, hvað varðar það að koma á fullu jafnrétti kynjanna, og vissulega sé margt sem að hafi áunnist á síðustu árum og áratugum. Má ég spyrja, til að vera réttargæslumaður fyrir dómi, þarftu þá að vera með málflutningsrétt? Já, þetta er rauninni, ég er bara að tala ég veit að það er réttindagæslumenn fatlaðra og svona. Já, það er ekki spettari, já. Já, ég er bara að tala rauninni fyrir dómi, að þá færðu skipun, þá er brotaþoli í máli sem að hefur þá stöðu vitnis, og hann fær réttargæslumann sér til aðstoðar sem að mætir með brotaþola í skýrslutöku hjá lögreglu og er brotaþola til halds og trausts í málinu öllu. Bara algjörlega eins og lögfræðingur. Já, þetta er bara lögmannsstörf og síðan er það réttargæslumanns að formúlera eins og kerfið í dag, að formúlera einkaréttarkröfu þar sem að setja fram fjárkrafa á hendur hinum meinta brotamanni. Og þetta er viðamikið starf, en það er verð launað heldur en að vera verjandi, en ætti ekki að vera þannig. Já, einmitt, ég var ekki alveg viss með kröfurnar og það er bara mjög áhugavert að heyra þetta. Fyllilega sammála, Magnús, þetta er mjög áhugavert og verðugur punktur, því að það er einmitt oft sem að brotaþolar í erfiðri stöðu í þessum málum. Nú eigum við það bil 5 mínútur eftir, ef einhvern langar til að koma inn og beina spurningum til einhvers okkar, þá er það vel þegið og en annars þá getum við kannski klárað þetta á einum lið sem að snýst það flækjustig þegar við setjum fasteignasala í að eiga gæta hagsmuna tveggja aðila við fasteignakaup.
það má alveg skilja sem sagt hvernig það kemur til þess að einfalda málsmeðferðina, en það einfaldlega erfitt fyrir nokkurn aðila að ætla að gæta hagsmuna tveggja aðila sérstaklega þegar kemur upp ágreiningur, og það er mjög mikilvægt að hafa í huga þegar við fasteignakaupa þá eru flestir að höndla með aðleiguna, og oft það þannig að annar aðilinn kannski búinn að skuldsetja sig upp í topp og kannski ekki í fjárhagslega veikri stöðu akkurat á þeim tímapunkti. Og í þessari vinnu kom fram einmitt hugmynd það hvort það væri ekki hægt að búast bara við því að fasteignasali gæti hagsmuna seljenda, en hugsanlega væri þar einhvers konar kærunefnd sem að myndi þá geta gripið inn í og fjallaði málið, og þar fengi þar kaupandi aðstoð frá öðrum aðila, þannig að kostnaði yrði haldið í lágmarki. Ég sé að Magnús búinn að biðja orðið, gjörðu svo vel. Já, það gaman að enda á þessu umræðuefni. Nú hef ég á síðustu árum auk þess að starfa sem lögmaður, starfa sem fasteignasali, og fasteignakaupalögin eru yfirgripsmikil og þau eru að mörgu leyti mjög góð. En það eru tvær mjög brýnar breytingar sem þarf að ráðast í. Í fyrsta lagi það sem þú nefnir, að það auðvitað glórulaust að sami fasteignasali eigi að gæta hagsmuna seljenda og kaupenda, vegna þess að þessir hagsmunir eru oft andstæðis. Það eru hagsmunir seljenda að fá sem hæst verð fyrir eignina sína, og það eru hagsmunir kaupenda að greiða eins lágt verð og þeir komast upp. Þetta eru andstæðir hagsmunir, það er ekki hægt að horfa fram hjá því. Og það er ankannalegt að sami aðili eigi að gæta hagsmuna beggja. Víða erlendis, þá það bara lögbundið að það þarf að vera annar fasteignasali sem að vinna fyrir kaupenda. Og þetta mjög einföld lagabreyting sem væri hægt að ráðast í. Í dag það þannig að fasteignasalinn sem að gæta hagsmuna beggja, hann rukkar prósentu af þeim sem að selja, sem oft 1,5%, og svo rukkar hann kaupandan yfirleitt svona bilinu frá 40 til 60.000 pluss virðisaukaskatt, og hann rukkar báða aðila. Þannig ef annar fasteignasali væri að gæta hagsmuna kaupenda, þá fengi hann auðvitað bara greitt fyrir það eins og gefur að skilja, en þetta þarf að lögbinda og þessu þarf að breyta. Það önnur brýn breyting sem að þarf líka að koma til. Og það að fasteignasalar eru settir í þá fáránlegu klemmu að þegar það eru fleiri en einn aðili að bjóða í eign og keppast eign, að þá má fasteignasali ekki segja hvað aðrir hafa boðið. Og þetta er ákaflega bagalegt. Í Svíþjóð það þannig að það bara sérstakt kerfi þar sem að þú getur séð á hverjum tíma ef þú ert kaupandi hvað aðrir hafa boðið, hversu mikið þeir hafa boðið, á hvaða tíma þeir gerðu það og hversu lengi tilboðið gildir. Þá ertu bara með fullkomið gegnsæi. Það vita allir hvað aðrir hafa boðið og sitja við sama borð. En hér á Íslandi það þannig að þetta lagt í hendur fasteignasalans að upplýsa, eða eftir atvikum upplýsa ekki það hver staða mála Það oft bara sagt, þið sem viljið bjóða, gerir bara eitthvað hæsta boð og svo sjáu hvernig þetta fer. En auðvitað vilja kaupendur, þú ert æstur fyrir einhverju eign og ná henni, þú ert kannski tilbúin að hækka þig. Þannig að það eru líka hagsmunir seljenda að hafa gegnsæi hvað þetta varðar. Og það líka þegar þú ert með auðvitað misjafn sauður í mörgu fé eins og gefur að skilja. Flestir fasteignasalar eru mjög vandaðir. En þegar þetta þannig að það ekki gegnsæi og það hafi ekki allir aðgang að sömu upplýsingum, að þá geta skemmdu eplin sem að finnast í þessari stétt eins og öðrum valdið tjóni. Til dæmis ef einhver sem þekkja að bjóða í eignina hann þá að fá einhverja meiri upplýsingar en aðrir, hvernig upplýsingum hátta frekar en að allir fái nákvæmlega sömu upplýsingar. En þessar tvær breytingar eru gríðarlega mikilvægar. Það eiga að vera tveir fasteignasalar, annar til að geta hagsmuna kaupenda og hinn til að geta hagsmuna seljenda. Það númer 1 og númer 2 að þá eiga allir að sitja við sama borð hvað varðar upplýsingar og þau tilboð sem hafa komið inn. Þannig að þetta sé ekki svona ógegnsætt og fáránlegt eins og þeir sem hafa staðið í svona kaupum og eftir atvikum sölu hafa upplifað. Tekur undir þetta hvað Magnús. Þá bara tímanum lokið. Alveg, vilt þú koma eitthvað inn í lokin? Mér kom að segja takk. Það búið mjög gaman að sitja þennan fund.
sem og aðra fundi þetta mál, þessi mál. Þetta það valdeflandi að pæla í réttarkerfinu. Ég hef lesið lög sem að ég átti son minn af því að ég hef þurft það, af því að hann mjög fatlaður og þarf flókna þjónustu. Þannig ég var 18 ára þegar ég lærði að lesa lög. Og eftir það þá blundar í mér langa pínu að læra lögfræði, að ég nenni því ekki. Þannig að ég bara lesa lög og pælingar. Þannig að það rosa, skemmtilegt að vinna með ykkur. Bara dempa fyrir námið. Ég bara spora á þig, þetta skemmtilegt nám. Takk fyrir sömuleiðis. Magnús, vilt þú koma með ykkur lokaorð? Nei, ég bara þakka kærlega fyrir þessa góðu umræður sem við átt og Vindriði, takk fyrir að bjóða mér í hlaðvarpi hjá þér. Þetta bara ákaflega gaman, alltaf tilbúin að koma og ræða skemmtileg mál. Takk fyrir sömuleiðis og ég þakka þessu lítu. Takk fyrir í dag. Útsendingin ennþá í gangi, sýnist mér. Ég ætla að heyri Robba bara.